Halló. Herru, konan úti að gæsa, hún að gæsast og það sem að fara að gerast núna að strákarnir mínir eru sofandi og ég hef oft séð konuna mín að henda á sig einhverju svona drasli í andlitið á sér til að gera sér fallega og núna ætla ég að reyna þetta. Hún ekki hérna, þannig ég veit ekkert hvað ég á að gera og hvað ég að fara að gera. Hún að nota þetta hérna og þetta hérna og þetta hérna. En nú veit ég ekkert í hvaða röð þú átt að setja þetta dót. Sko, ef ég horfi aftan á, þar eitthvað svona raðnúmer, númerið sem hérna og þá ætti þetta að vera í þessari röð. Svo ég ætti að setja þetta á mig. Fyrst þetta dót, svo þetta og svo þetta hérna. Varðandi númerin aftan á, en þú veist, það getur alveg verið jafn random og þessi ákvörðun sem ég gerði akkurat núna. Ég búinn að henda inn á Snapchat spurningu hvernig á að gera þetta. Ég nenni ekki að bíða það. Þannig að byrjum bara á, ég veit ekki eins og hvað þarf. Eina sem ég bara, þú veist, á maður að vera með klút eða nota maður bara puttana og makar þetta drasli á sig. Þú veist, hvar má ekki setja þetta? Glómask, ég veit ekki eins og hvað það Ég veit að þetta svarta ekki, þú veist, þegar ég búinn að setja þetta á mig, þá þetta ekki drasli sem þú tekur af til að taka fílapensla, sem fucking ömurlegt út af með, aðstæðan að segja, mér langar fucking prófa bara til að taka af, ekkert endilega til að þrífa húðina, mér langar bara að prófa þetta. Þannig að ef það einhver að horfa sem á svona eða á fyrirtæki eða eitthvað og vill leyfa mér að prófa þetta, endilega senda mér skilaboð. Ég svona gaur, ég þarf alltaf að smakka, þú veist, ef ég að borða eitthvað eða fara að setja eitthvað á mig, þá þefa ég alltaf fyrst. Ég man fyrsta sinn sem ég fór með Anitu svona út að borða, ég man ekki hvort þetta hafi verið fyrsta sinn eða eitthvað. Við fórum á einhvern sushi-stað niðri í bæ, ég man ekki hvað hann heitir, nema þetta sko alvöru sushi, þetta svona stóri bitar sem þú svona japlar á. Hún skammaði sig svo geðveikt fyrir það að ég þefaði alltaf af sushíinu áður í áta og þá vildi ég ekki sjá sushi. Ég bara hafði 0 áhuga á sushi, mér var sushi, það sem ég var búinn að smakka, þetta var svona ódýrt pakkadrasl sem þú getur keypt út í bónus og eitthvað svona, eða krónun eða hvað sem að verslunin Þetta svona bakkar bara, mér var aldrei finnst þetta eitthvað spes, en ég sjúkur í þetta núna. Volcano, eins og ég held þetta heiti Ó-Sushi á Reykjavíkurveginum í Hafnarfirði. Oh my fucking god, það þú veist, allt sem svona, það sem búið að elda, þú veist, djúpsteikja og setja eitthvað sem ekki hollt. Ég veit ekki hvort að sushi flokkast sem hollamatur, en já. Hvað hvað á maður að setja þetta? Ég veit ekki einu sinni hvernig maður á að þrífa þetta af. Ef að byrja þetta. Veistu, út af nú ég bara að horfa á myndavélina og skjáinn í henni. Ég að pæla í að ná mér í speil, bíða þess. Svona, þá ætla ég að hafa speilinn hliðin á vélinni, þannig að það svona eins og ég sé að horfa á ykkur, en þetta off ef ég að horfa á ykkur. Þannig að ég get allavega að horfa eitthvað aðeins á eitthvað, en ég veit ekkert hvað þetta og hvort ég að gera þetta rétt eða vitlaust eða og maður ekki að nudda þessu drasli ofan í húðina. Á ég að nota pensil frekar? Endilega kommentið fyrir neðan. Þú veist hvað ég á að gera. Setja á ennið bara. Já, prófum að setja á ennið. Og ef þetta vitlaust, endilega kommentið fyrir neðan og láta mig vita ef ég að gera þetta eitthvað kolvitlaust. Maður hlýtur að þurfa að setja á nebbann og eitthvað. Á þetta að vera svona þykkt. Það best? Maður kólnar svolítið í húðinni. Það eðlilegt? Og það spurning hvort að maður eigi að gera þetta. Að reyna að finna einhverja stelpur. Þetta oftast stelpur held ég sem eru að
setja eitthvað svona make-dót á sig og eitthvað svona og að gera svona tutorial það væri á þetta svo hverfa. Þetta eiginlega hverfa efninu á mér. En það væri ótrúlega gaman að ég alveg opinn fyrir því ef það áhuga fyrir því að þið sendið mér bara skilaboð hjá okkur gælu sem að gera eitthvað og ég skal bara herma eftir því. Það fínt að taka einhverjum svona áskorun. Ég veit ekkert hvað að gera. Þetta eiginlega ég býst alveg við þetta kostar einhvern pening þannig að með það ég veit ekki raska hvað að gera. Á þetta að fara í andlit. Það svona sem ég að pæla líka. Þetta kannski dagkrem? Nei, þetta mask. Þá lítur þetta samt að fara yfir allt. Þetta allavega að byrja að rífa aðeins í húðina. Í alvörunni svona mikið af stelpum og krökkum sem að horfa á aðra mála sig á Snapchat. Er þetta eitthvað, er þetta trend eða? Er þetta kannski gullna leiðin sem maður á að gera það? Maður veit það ekki. Svona ef maður segir í smá snakk bara svona af því að maður geistu það. Új bara. Þetta er ekki gott. Ja. Hvað á þetta að vera lengi á? Og hvað stendur ekkert svona á? Þú veist, hvað stendur ekki hvað maður á að gera í þessu? En mér er þess að mynd af bók, fattarðu? Þannig að þú þarft að hafa einhverja bók eða eitthvað dót til að vita hvað þú ert að gera, en það er það ekki. Þetta þrífið af mér, svo förum við í þetta svarta dót. Ok, ég er að fá nokkuð skilaboð núna hérna inn á snappið og samkvæmt þessu átti ég að byrja á svarta. Sýnist mér. Og mér er að fara að svíða hérna. Sikkurum megin. Það er örugglega merki að ég þurfi að taka þetta af, en ég ætla að klára þetta samt. Fólk er greinilega að tala að það skiptir svo sem ekki bilaslega miklu máli í hvaða röð þetta er. Það er önnur hérna sem segir að hún reyndar lætur mig vita, mér finnst það rosa flott, og hún lætur mig vita að hún hefur ekki prófað þessar vörur, en hún myndi einmitt giska á þessa röð, þessi gaur og svo þetta rauða. Og ég ætla að halda mig við það, alveg sama hvað þannig séð út að ég er byrjaður. Shit, hvað mér suður í andlitinu. Ég ætla að taka þetta af mér og ég er að brenna. Fokk, ég er að brenna. Ok, ég er búinn að þrífa þetta af mér. Mér svíður smá. Ég er eiginlega svolítið rauður að mér finnst. Mér langast að halda þessu áfram. Ég er búinn að fá fullt af skilaboðum, þannig að bara takka aðeinslega fyrir öll skilaboðin á snappinu. Það er allir að segja að svartur á að enda, að detox á að enda. Þannig að þá gerum við bara þannig. Nú tek ég bara rauðan. Er hann óopinn? Hún er kannski, jú, hún er... Úps. Svo þurfum við að þefa alltaf og það er alveg nauðsynlegt, hef ég heyrt. Það er rosa gott að þefa. Það er ekkert þetta er ekki góð lykt, skilur við, en þetta er heldur ekki vond lykt. Ég er samt alveg mjúkur. Á þetta að gera það? Enn og aftur, ef ég á að nota pensil, þá bara biðst ég afsökunar á því. Ef ég er að brjóta einhverja þvílíka reglur að setja, wow, þetta er miklu auðveldara. Ok, það er einhverjir steinar eða eitthvað svona drasl. Ég finn svona eins og að sé sandkorn í þessu. Og ef ég er að setja á mikið, þá bara setti ég á mikið, sko. En það er svona, þetta er svona eins og skrúbb eitthvað. Nú veit ég ekkert hvort að ég sé að fara með rétt mál eða eitthvað, en þetta hefða, það er svona eins og að sé einhver korn í þessu, eins og þetta sé að rífa upp húðina. Setjum bara á kinnina maður. Þetta við erum nú að þessu. Ég ætla ekki að setja þykkt lag, skilur við. Ég ætla ekki að setja mikið, bara svona aðeins að finna, vá, nú finn ég fyrir sviðanum maður. Svona, ég greinilega er að setjum bara hérna líka. Svona, ef það á að sleppa það sem er hérna skegg, og bara klikkaði ég, það getur ekki haft einhver biluð áhrif maður. Svona,
Hrikalega er þetta gott, maður. Svo veit ég ekkert hvað ég á að bíða lengi. Ég er eins og ég sé sólbrunnin. Bara búinn að vera á Spáni bara í Digúsi og 17. bjór og sofna í sólinni og það er brunnið. Þetta er alveg svoleiðis. Þú mér mennar, þetta er eiginlega, sko, þetta er bara svona maskabragð. Það flest allir örugglega einhvern tíma að smakka maskabragð. Leyfum þess að vera í smá stund. Nú veit ég ekki, á þetta að harðna eða á þetta bara að bíða. Ég er eins og pandabjörn nýbúinn í slag. Þú veist, hvítur hérna utan augun. Bíðum nú í smá stund og ég ætla að stoppa núna. Svo bara eftir smá stund þá hérna tala ég við ykkur eftir örstutt stund. Ja, nú er þetta búið að vera í smá stund. Þetta rífur ekki húðina og mér svíður ekki. Ég er að vera flekkóttur. Nú veit ég ekki á þetta hverfa eða á ég bara að þrífa þetta af eða... Ég ætla alltaf að þrífa þetta af, ég nenni ekki að bíða þessu. Ég er alltaf búinn að prófa þetta og ég er búinn að vera með þetta í svona kannski 4 mínútur, 5 mínútur. Tökum þetta af, svo er það svarti djöfullinn, maður. Ég er eiginlega langspenntastur fyrir honum út af því að hann er eins líkur draslinu svo þú tekur að þér. Tekur svona að þér og rífur húðina og eitthvað. Það er eitthvað, ég væri geðið til að prófa. Heyrðu, þá er ég búinn að þrífa þetta af mér. Ég er bara sultu fínn bara í húðinni, held ég. Benni mín vaknaði, þannig að ég er búinn að gefa honum smá að drekka og hann er bara hérna í sófanum að chilla, en næst er það svarta maskadótið. Þá maður ekki að opna þetta töff, er það ekki svona, er það ekki töff? Nei, þetta var ekki töff. Allavega, heyrðu, það er svona málningarlykt. Mér finnst það vera málningarlykt að þessu. En allavega, nú tróðum við þessu í andlitið á okkur. Þetta er eins og hitt, þetta er svona, þetta er, vá, hvað þetta er kalt, maður. Já, og eins og ég sagði ykkur áðan, þá er ég með spegil hérna hliðina á mér sem ég finnst þægilega að horfa á mig þegar ég er að mauka þessi drasli á mig. Ef ég virka eitthvað svona down að tala, þá er ég bara, ég er að vanda mig. Hvort að þetta líti út fyrir að ég sé að vanda mig, ég veit það ekki. Fjólublátt, er þetta ekki svart? Sýnist það að vera fjólublátt. Og setjum aðeins meira hérna, maður. Svona jökkum þessu hérna á okkur. Eins og ég sagði, ég veit ekki hvort að ég eigi að vera með pensil eða eitthvað, en aðeins á neppan og hérna, ég fór inn í augað, maður. Ok. Ég held samt að maður eigi að nota pensil. En eins og félagi minn segir, að vita er sama og að halda er sama og að vita ekki neitt. Höfum þetta svona í smá stund. Þetta er að harðna og ég finn að húðin er öll að stífna og þetta er eiginlega svolítið skrítið. Á meðan við bíðum eftir þessu, þá getur ég kannski aðeins spjallað við ykkur, maður. Setjum bara aðeins hérna og svona. Já, hérna, ef þið eru að horfa á þetta á YouTube, þá hvet ég ykkur að klikka hérna fyrir neðan. Það er svona rauður svona gaur sem stendur subscribe. Endilega klikka á það, þá kemur upp rammi svona hvort þú viljir fá bjöllu eða þú veist þannig að þú fær notification yfir því að þetta poppi upp. Endilega ítt á bjölluna. Við getum gert það svona meðan við erum að bíða. Ég verð að viðurkenna að þetta er alveg svona, ef maður hefur ógeðslega mikinn tíma, svona þannig séð, þá er alveg þú veist, ég ætla ekki að segja þetta sé leiðilegt að gera þetta, en þetta er skemmtilegt og húðin verður svona mjúk og eitthvað og þú veist, maður er alltaf að sjá stelpur vera að gera þetta. Ég skil ekki af hverju strákar eru ekki að hugsa húðina sína líka út af því að, þú veist, við erum alveg með húð eins og stelpur. Ég er ekkert
prómótaður eða ég er ekki að auglýsa einn en einn. Þetta er eitthvað dót sem ég sá bara konan, þú veist, vera heima og þú veist, ég vissi að ég hefði ekkert að gera á meðan strákarnir voru sofandi og þú veist, það er alveg gaman, þú veist, þetta er alveg gaman, þetta er gaman. Þannig að strákar, ef þið eru að horfa á þetta og eru að pæla í þessu og að fara að hugsa húðin ykkar, það er ekkert vitlaust, þú veist. Ég veit alveg að ég þarf að hugsa hana, ég er orðinn hundgamall og ég byrjar að fá ruggur og eitthvað svona dót, þannig að það er spurning hvort að maður fari ekki að gera þetta, djöfull er skrítið samt að sjá mann. Já, Anita fékk svona tannhvítunar dót, eitthvað, og hún var að tannbursta sig í 10 daga, ég held að þetta hafi verið 10 dagar, og það er nú kannski alltaf að prófa það líka, prófa það í 10 daga. Þetta var alveg, hún þetta tannbursta sig að þessu 2 á dag, 3 á dag, ég man það ekki, ég held að það hafi verið 2 á dag. Og þetta var tannkremið svart, ég veit ekkert hvað þetta heitir eða ég veit ekkert hver er að selja þetta og hvar er þetta að fá þetta. En Anita bjó til, held ég, á lady.is, getur fundið grein ef þið hafið áhuga á því. Ég veit að þetta er orðið svona beauty blog akkurat núna, en þú veist, ég er bara fastur heima þannig að þetta er alveg alltaf að prófa þetta. Ég ætla að þrífa þetta af mér áður en út að ég byrjar að finna, ég byrjar að svona sviði á enninu. Hvort að það sé merki að þetta er orðið of seint að taka þetta af, tjekkum á því, ég ætla að taka þetta af mér akkurat núna. Herru, þá er ég búinn að taka svarta jukkið af andlitinu á mér. Ég er rosa mjúkur, ég er svolítið sviði, aðalega á enninu og aðeins á kinnunum, en mér líður ógeðslega vel í húðinni. Og mér finnst ég einhvern veginn bara fallegri. Veit ég hvernig það er. Herru, þetta var make-up eitthvað bla 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 með mér. Ef þið hafið áhuga á því að horfa meira, endilega kommentið fyrir neðan. Og vörurnar eru þessar hérna. Ef þið hafið áhuga á því. Ég ætla bara að segja strax, ég er ekki að fá spons eða eitt af þessu. Ég hafði ekkert betra að gera. Já, ég er ekkert að græða á þessu. Endilega, ef þú hefur ekkert að gera, subscribe-aði mig þetta fyrir neðan, ítt á bjölluna. Ég er með heimasíðu sem ber nafnið njótulífsins.is, allur fatnaður. Ok, þetta er allur fatnaður, við erum að selja boli og hettupeysur. Við erum að stækka við okkur smátt og smátt. Við erum nýbúin að starta þessu við fjölskyldan og bara endilega ef þið hafið áhuga farið og pantið ykkur ból. Hvað ætla ég að segja ykkur meira? Já, það er eiginlega ekkert meira, bara myndið þú út frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Njóttu lífsins, takk fyrir mig, sjáumst vonandi á morgun, takk fyrir mig, bye bye.